En við höldum áfram að spjalla við formenn flokkana á persónulegum nótum. Viktoría Hermannsdóttir fór í sveitina til Sigurðar Inga Jóhannssonar, formanns Framsóknarflokksins. Sigurður Ingi Jóhannsson hefur setið á þingi fyrir Framsóknarflokkinn frá árinu 2009 og verið formaður flokksins frá árinu 2016. Hann er fæddur á Selfossi og alinn upp í Hrunamannahreppi. Örstutt frá því þar sem hann býr í dag á Syðra Langholti, þar sem við hittum hann fyrir. Ólst þar upp sem sagt á bæ sem var svona 3 kynslóða hús. Amma og afi og nærræðinni og við uppi. Þetta var nú í hálfgerðu þorpi. Það heiti Miðfellskverfi. Það voru mjög margar fjölskyldur, mikið af börnum. Þannig að, já, þetta var nú bara mjög skemmtilegur tími. Hvernig barn varstu? Ég var feiminn sem barn og framan af aldri. Það hefur rjátlað af síðustu árin. Háðu þær eitthvað sem barn að vera feiminn? Já, ég held að. Mér fannst það þá. Þegar maður var kominn á unglingaldurinn þá fannst mér þetta á mér í samskiptum við hitt kynið. Og ég væri svona inn í mig. En á einhverjum tímapunkti þegar ég varð eldri og fór á menntaskólann á Laugarvatni, þegar ég var búinn með flugháskóla, þá það sem er þessi stór fjölskylda, þú byrði heimavist í 4 ár. Þú ferð í menntaskólann á Laugarvatni og svo ferð að læra hvað dýralækningar. Já, það auðvitað bara sprottið upp úr þessu að alast upp á bæ með mikið af skepnum. Ég var alltaf haft gaman af því. Hvert fórstu að læra? Til Danmerkur, til Kaupmannahafnar. Bjó þar í 6 ár. Þegar ég á eftir 1,5 ár af náminu þá deyja foreldrar mínir í bílsleysi og ég er elstur, þannig að ég kem heim og tek við búinu og við systkinin rekum það áfram hríð og svo fór ég út hérna. Ég var á utanskóla eina önn og fór svo út og kláraði námið. Já. Og kom svo heim aftur og byrjaði þá svona að starfa sem dýralæknir ásamt því að vera bóndi. Svo tók systir mín seinna við og ég fór bara í dýralækningar á fullt. En hvernig var það að koma heim og vera búin að upplifa þessa miklu sorg og þurfa að fara strax í það að reka búið? Kannski var það bara ágætis æfing fyrir sálina, sko, að sökkva sér ekki of mikið í það. Þetta var þetta gríðarlegt áfall, högg og hefur breytt okkur öllum sem að þessu koma. En við áttum stóra fjölskyldu, góða vini sem að hjálpuðu okkur í gegnum þetta. Kannski var það bara ágætt, því að skepnirnar kalla jú að þú fyrir út 2 dag, þetta sem mjólka, það þarf að fóðra, það þarf að gefa. Þannig að lífið heldur alltaf áfram, sko. Það þýðir ekkert að leggja einhvern veginn gefast upp, sko. Geturðu sagt mér aðeins frá þeim? Já, ég get það, en svona alveg eins og ég man eftir þegar að sem sagt, afi minn sem að föður afi minn, hann deyr því ég er 4 ára, ég er með svona glimt af honum og hann er ekkert mjög gamall, hann er 66-7 ára, eitthvað svoleiðis. Og ég man alltaf eftir því að pabbi sem ég leit á sem svona harðjaxl eða svona, var ekkert að flíka tilfinningum sínum, að alltaf þegar hann talaði hann, að þá svona sá ég hann vöknaði meirinn, augun. Og ég lendi bara í þessu hvessins, ég fæ þessa spurningu ef ég er ekki nægilega undirbúinn, sko, þegar ég var að fara að tala um foreldra mína. En það var bara yndislega mannskjör. Já, ég bara lít svolítið á að þau eiga stóran part í því sem ég er, sko, í dag. Mamma var sem sagt húsmóðir, við hefum vandað því öllu, bara að reka það. Pabbi var þá bóndinn úti. Mamma var mikið félagsmálamannska, fyrir utan að spila á píanó og var syngjandi kórum, að þá var hún orðin organisti í kirkjónum. Bara rétt þegar hún lést. En hún var líka í sveitarstjórn. Hún var hér í þó nokkur ár, fyrsta konan sem var kosin í sveitarstjórn. Og þau ráku bara mjög gott bú, sko. Pabbi var ræktunarmaður, mjög góður kýr, sem mjólkuðu vel og já, þetta var toppforeldrar. Það var mikil eftirsjá fyrir okkur, sko, börnin auðvitað, Ella og sorg, en þetta var högg fyrir samfélagið. Ég fann það bara mörg ára eftir. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera þegar þú ert ekki að vinna? Já, sko, það eru nokkrir hlutir sem ég kvíði ekkert
því að hætta að vinna, sko. Ég hefði nóg að gera. Við erum nú að leika okkur við hjónin hérna að rækta hross í svona smáum stíl og aðalega ríða út, þannig að ég hef mjög gaman að því. Keyptum okkur rafmagnshjól hérna fyrir nokkrum árum. Við fyrir stundum út að hjóla, það er mjög gaman. Svo hef ég ótrúlega gaman af því að elda mat, eins og kannski á mig sést. Og sérstaklega fyrir fjölskylduna, bara fá alla saman. Það er bara það skemmtilega sem ég geri. Spilar okkur hljóðfæri? Sko, ég vildi geta sagt já. Sér við hliðina á okkur, bongotrómur. Já. Ég er svona á góðum tíma, góðum stundum, þá get ég gripið það dálítið langt síðan síðast. Svo er píanó hérna. Ég reyndi að læra píanó, eða mamma reyndi að láta mig læra píanó. Hún var sem sagt spilaði píanó og var reyndar orðin organisti. Ég hafði bara meira áhuga á fótbolta, þannig ég nennti ekki af mig og kennararnir voru held ég báðir jafn glaður og ég þegar ég hætti. En ég hef svo alltaf sér eftir því, sko. En ég hef alveg gaman að prófa að glamra. Ef ég hef ekkert að gera og þá sé ég alltaf fyrir mér að spila það. Því að það er alveg tónlist í mér. En þá tek ég frekar bongotrómunar. Já, þær teknar fram í partíum? Í partíum, já. Já, þegar þau eru haldin, það er ansi langt síðan. Já. Er eitthvað svona sérstakt sem þú gerir til þess að huga að svona andlegri heilsu? Já, fjölmargt. En sko, einfaldasta svarið er bara að koma hér heim og geta verið hérna út í náttúrunni, farið og hitt hestana mína, bara út að hjóla með konunni, bara einhver hreyfing, náttúrutenging, kallaði í börnin og barnabörnin í stórt boð, sko. Það er bara endurnæring, sko. Á ekkert að spila á bongotrómuna fyrir okkur? Þessar? Já. Meira? Já.